Stóttur er forseti bæjarstjórnar og býð ykkur hjartanlega velkomin á þennan upplýsingafund bæjarstjórnar fjárhagsáætlun. Þann 22. september 2020 ákváðum við í bæjarstjórn að leggja niður meiri og minnihluta. Helsta ástæðan var sú að í óvissunni sem fylgdi COVID og þeirri stöðu sem blasti við í rekstri þótti okkur ástæða til að taka höndum saman og vinna sameiginlega að verkefnunum. Auk þess sem lengi hafði verið rætt hvort og hvernig væri hægt að nálgast stjórnmál með nýjum hætti. Þar sem gamaldags flokkspólitískar skotgrafir yrðu lagðar til hliðar og áhersla lögð á að nýta krafta allra í bæjarstjórn til að vinna að framgangi góðra mála í þágu bæjarbúa. Við settum niður í samstarfsáttmála framtíðarsýn til 5 ára þar sem helstu áherslu voru að ná sjálfbærni í rekstri, að halda uppi háu þjónustustigi með áherslu á skólastarf, huga sérstaklega að samkeppnishæfni sveitarfélagsins, standa vörð viðkvæma hópa sem á að blása til sóknar á íbúa og atvinnumarkaði. Við leggjum nú fram fjárhagsáætlun sem miðar að því að færa reksturinn nær þessum markmiðum en eru samt sem áður að gera ráð fyrir hallarekstur á næsta ári en með því að ráðast í umbótaverkefni þá stefnum við á að jafnvægi verði náð fyrir árið 2025. Ég vil áður en lengra er haldið þakka stjórnendum Akureyrarbæjar sem og öllu starfsfólki sérstaklega fyrir þeirra framlag. Það hefur verið aðdáunarvert að fylgjast með hversu lausnamiða og gott starfsfólk er hérna hjá bæjarfélaginu. Við sem sitjum í bæjarstjórn gerum okkur grein fyrir ábyrgðinni sem við höfum gagnvart samfélaginu og að æskilegt sé að hið opinbera reyni að draga úr utanaðkomandi sveiflum. Þannig höfum við lagt áherslu á samhliða því að fara í aðhaldsaðgerðir að vaxa út úr vandanum. Með fjölgun íbúa munu þeir innviðir sem við höfum byggt upp á síðustu árum nýtast betur. Það er því ánægjulegt að segja frá því að fjölgun íbúa hefur verið með mesta móti á þessu ári eða 370 manns. En eins og ég sagði þá blasir við að það þarf að hagræða. Helstu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir eru launahækkanirnar, betri vinnutími og kostnaður við aukna þjónustu við leikskólabörn. Við ákváðum því að setja af stað hin ýmsu umbótaverkefni sem ætlað er að skila bættum rekstri til framtíðar. Fjárfesta í leiðum sem miða að því að auka tekjur sem á að vera í öflugu samtali við ríkið. En það verður alveg að segjast eins og er að þessi tvö stjórnsýslustig, það er ríki og sveitarfélög, verða hreinlega að fara að vinna betur saman. Það getur ekki gengið að löggjafinn auki stöðugt kröfur til þjónustu án þess að fjármagn fylgi verkefnunum sem sveitarfélögunum er ætlað að sinna. Eitt umbótaverkefnum sem farið hefur verið í stjórnsýslubreytingar, við erum reyndar í þeim miðjum, en þar hefur við verið að sameina svið og nefndir sem og markvisst hefur verið unnið að því að nýta fermetra sem eigum betur, gera verkferla skilvirkari og þjónustuna notendamiðari. Til lengri tíma sjáum við fyrir okkur að öll stjórnsýslan verði á einum stað sem komi til með að skila töluverðri hagræðingu. En í vegferð sem þessari, þar sem verið er að horfa á öll verkefni sveitarfélagsins, stór og smá, þá er það óhjákvæmilegt að eitthvað lætur undan og það verður ekki allir sáttir. En við bindum vonir við það að þar sem við erum að stíga inn í og draga úr þjónustu, þar verður það einungis tímabundið. Þið munið hér á eftir fá tækifæri til þess að spyrja nánar út í einstök atriði. En mér langar hins vegar að draga fram nokkra jákvæða punkta sem koma fram í þessari fjárhagsáætlun. Eins og ég nefndi áðan, þá er eitt af markmiðunum að bæjarfélagi haldi samkeppnishæfni sinni og liður í því er að okkar mati gott framboð á þjónustu við börn og þá barnafjölskyldur. Í því augnamiði höfum við tekið risaskref í leikskólamálum en við munum nú þegar að tekin verður í notkun glæsilegu nýr leikskóli við Glerárskóla geta boðið börnum allt niður í 12 mánaða aldur leikskólapláss. Þá höfum við verið að endurbyggja 2 grunnskóla, Glerárskóla og Lundarskóla, þar sem aðstaðan verður öll til fyrirmyndar. Fræðslumárin eru því líkt og áður okkar meginverkefni. Við höfum lagt áherslu á að búa vel að þeim sem þurfa aðstoð og höfum innleitt NPA-samninga, bætt við þjónustukjarna, byggt hús fyrir heimilislausa. Síðan hefur Akureyrarbær í samstarfi við ríkið staðið á opnun kvennaathvarfs, Bjarmahlíð miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis og barnahús. Þá höfum við á kjörtímabilinu haldið áfram með uppbyggingu íþróttamannvirkja samkvæmt uppbyggingaskýrslu. Þar sem verið er að gera ráð fyrir uppbyggingu fyrir 7 milljarða. En fyrir stuttu síðan var tekið í notkun glæsilegt hús niður á Nökkvasvæði og nú höfum við sett í fjárhagsáætlun næsta árs framkvæmdir við skautahöll og uppbyggingu á félagssvæði KA. Til þess að fjármagna uppbygginguna verður farið í að skipuleggja svæðið á Akureyrarvelli sem verður
spennandi fyrir okkur öll að fylgjast með. Við erum ákaflega ánægð með þá samstöðu sem hefur náðst á Norðurlandi öllu að efla Akureyri sem þjónustukjarna fyrir landshlutann, að hún verði svæðisborg sem mótvægi við Suðvesturhornið. Mikilvægt að okkar mati að ríkið hefur nú ákveðið að koma með okkur í þá vegferð og skrifa það inn í stjórnarsáttmálann. Á lokum þá ætlum við til þess að bregðast við mikilli eftirspurn á húsnæði hér og á landsvísu að byggja upp 2 ný hverfi á næstu misserum. Og ég sannfærð að í skipulaginu liggja enn frekari tækifæri til vaxtar. Þá uppbygging í miðbænum að hefjast og fyrir liggur að 2 nýjar heilsugæslustöðvar munu rísa, sem á hjúkrunarheimili, viðbygging við sjúkrahúsið og ný flugstöðarbygging. Ný fyrirtæki hafa verið að hasla sér öll hér í bænum og byggja upp. Við getum því horft bjartsýn fram á veginn og verið stolt af þeirri þjónustu sem bærinn að veita. Við byggjum þetta samfélag saman og við getum öll haft áhrif á hvernig það þróast og hversu aðlaðandi og skemmtilegt það er. Ég vil því hvetja fólk til þess að veita því athygli sem jákvætt og takast á við verkefni framundan með okkur. Það er nefnilega mjög gott að búa á Akureyri og með þeim orðum ætla ég að færa bæjarstjóra stjórnfundarins en hún mun stýra fundinum hér í dag. Takk fyrir. Takk fyrir, Halla Björk. Ég heiti Ásthildur Sturludóttir og er bæjarstjóri á Akureyri. Ég vil bjóða okkur hjartanlega velkomin til þessa fundar og það er gaman að sjá hversu margir hafa gefið sér tíma til þess að vera með okkur hérna í dag. Það er svona nokkur praktísk mál sem ég langar til þess að fara yfir áður en að við hefjum framsögu. Nú, ég ætla að biðja ykkur að hafa á mute. Ég ætla að biðja ykkur að hafa slökkt á myndavélinni þannig að við lendum ekki í einhverjum tæknilegum vandamálum út úr streyminu. Fundurinn er tekin upp og þannig að það er hægt að horfa á hann síðar og allar spurningar verða að biðja ykkur að skrifa í samtalsklukkanum eða í tjattinu eins og við kallum það. Og ég mun síðan deila þeim spurningum til þeirra bæjarfulltrúa sem við á. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að hafa þetta í huga. Þannig að það er ekki þannig að einhver færi orðið, heldur við erum með að spurningarnar koma í tjattinu og það hefur gefist vel. En að þessu sögðu þá ætla ég að bjóða Baldvin Guðmundsson, formann bæjarráðs, að taka við og hann ætlar að kynna fjárhagsáætlunina fyrir árið 2022. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, góðan daginn kæru bæjarbúar og áhorfendur. Þannig að byrja á því að deila glærunum hérna hjá okkur og vita hvort að það gengur upp svona 1, 2 og 3. Við reiknum með að þetta sé komið upp á dagun hjá okkur en eins og Halla Björk hér, forseti bæjarstjórnar, fór hér í upphafi ágætlega yfir sviðið og þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Ég mun hér í máli mínu fara yfir helstu forsendur og tölur og vonandi verður fólk einhvers vísari fjárhagsstöðu Akureyrarbæjar og ef eitthvað óljóst þá gefst fólki kostur á að koma með spurningar hér á eftir inn á spjallinu. Byrjum við. En fyrsta lykilforsendu fjárhagsáætlunar. Gert er ráð fyrir að hagvöxtur verði 5,3% og á næsta ári og verðbólga verði 3,3%, en forsendur þessar eru fengnar úr nýútkominni þjóðhagsspá Hagstofunnar og hefur fjárhagsáætlun verið uppfærð miðað við þær. Kjarasamningar eru við flest öll stéttarfélög, en þó er einn stór kjarasamningur laus við kennara. Í áætlun er gert ráð fyrir að íbúar bæjarins verði 19.822 í lok árs 2022 og muni fjölga 250 árinu. Ánægjulegt er að sjá að fjölgun yfirstandandi árs er mun meiri en ráða fyrir gert þann 1. desember síðastliðinn hafði íbúum bæjarins fjölgað 370 manns á síðustu 12 mánuðum og vonandi munum við sjá áframhald á þessari þróun. Útsvarsprósenta er óbreytt á milli ára eða 14,52% en gert er ráð fyrir 7,3% hækkun útsvarstekna milli ára frá útkomuspá ársins 2021. Fasteignaskattsprósentur eru óbreyttar milli ára og eru 0,33% af íbúðarhúsnæði, 1,32% af opinberu húsnæði og 1,63% af atvinnuhúsnæði. Lítil hækkun varð á fasteignamati íbúðarhúsnæðis milli ára og hækkar fasteignaskattur einstaklinga því óverulega
milli áranna. Gjaldskrár eru almennt að hækka 4% á milli ára. Því miður erum við að sjá fram á að lítil hækkun verður á tekjum frá jöfnunarsjóði sem þýðir að halli á málaflokki fatlaðra mun aukast milli ára. Þetta með engu móti ásættanlegt og eins og Halla Björk kom að hér áðan ríkisvaldið sífellt að auka þjónustukröfur en á sama skapi ekki gert ráð fyrir auknum tekjum. Eins og framkom í máli Höllu Bjarkar þá erum við í miðjum stjórnsýslubreytingum þessa dagana og samhliða þeim verður ráðist í umbótaverkefni sem verður krefjandi verkefni á komandi ári og árum. En aðeins að heildartölum og rekstrarniðurstöðum. Áætlun 2022 gerir ráð fyrir að halli ársins verði 627 milljónir króna sem mun betri afkoma en útkomuspá yfirstandandi árs gerir ráð fyrir. Við munum svo sjá jákvæða þróun á komandi árum og gangi áætlun eftir verðum við strax komin með jákvæða niðurstöðu á árinu 2023. Þessi viðsnúningur afar mikilvægur í ljósi jafnvægisreglunar í rekstri sveitarfélaga. En hvað jafnvægisregla? Í stuttu máli jafnvægisregla sú að jafnvægi þarf að vera í rekstri A- og B-hluta á 3 ára tímabili, það fyrra árs, yfirstandandi árs og áætlunar árs. Það skylda okkar að slíkt jafnvægi náist. Sveitarfélögum var gefinn afsláttur á jafnvægisreglunni vegna COVID til ársins 2025 og miðað við þær forsendur sem hér eru lagðar fram ætti það jafnvægi að nást hjá okkur. En aðeins til upprifjunar þá skiptist rekstur sveitarfélagsins í A- og B-hluta. A-hlutin að mestu fjármagnaður með skatttekjum en B-hluti eru fyrirtæki og sjóðir sem rekin eru með þjónustutekjum og eftir atvikum framlagi frá aðalsjóði. Til A-hluta teljast aðalsjóður, fasteignir, eignasjóður gatna og umhverfismiðstöð. Helstu B-hluta fyrirtækin eru Norðurorka og Hafnasamlag en alls eru 8 fyrirtæki í B-hluta. En skoðum aðeins skiptingu aðalsjóðs. Fræðslu og uppeldismál taka 9.149 milljónum af útgjöldum aðalsjóðs eða 42,89%. Til félagsþjónustu fara 4.864 milljónir eða tæplega 23%. Æskulis- og íþróttamál eru 2.338 milljónir eða tæp 11%. Umferð á samgöngumál eru 1.142 milljónir eða rétt 5,36%. Sameiginlegur kostnaður rétt ríflega milljarður eða 4,78% og menningamál eru 964 milljónir eða 4,52%. Aðrir málaflokkar eru smærri í sniðum. Ef við aðeins skoðum skiptingu aðalsjóðs eftir kostnaðarliðum þá sjáum við að laun og launatengd gjöld eru ríflega 50% af kostnaðarliðum aðalsjóðs eða 13.441 milljón króna. Húsnæðiskostnaður 5.242 milljónir, þjónustukaup eru tæplega 4 milljarðar króna og aðrir kostnaðarliðir eru minni. Kannski ekki ástæða til að tína þau sérstaklega til. En laun eru ríflega 50% af útgjöldum aðalsjóðs og fróðlegt að sjá skiptingu stöðugilda. Við sjáum hér þróun stöðugilda frá árinu 2017 til áætlunar 2022. Við fyrstu sýn á samtölum mætti segja að þróunin sé jákvæð, það segja fækkun úr 552 stöðugildum í 513. En þegar við rýnum þetta betur, þá sést að í raun hefur stöðugildum fjölgað 180 þegar stöðugilda fjöldi öldrunarheim heimilana tekin út. Ef við skoðum einstaka flokka, þá mesta fjölgun stöðugilda í málum með fatlaðra, en þar hefur fjölgað 74 stöðugildi á undanförnum 5 árum eða 37% sem rekja má til aukinna þjónustu og vegna betri vinnutíma eða styttingu vinnuvikunar. Í leikskólum hefur stöðugildum fjölgað 33 sem á stórum hluta má rekja til þess að við erum nú að taka alltaf 12 mánaða börn inn í leikskólana. En auk þess hefur aukið við sérkennslu. Á öðrum sviðum hefur stöðugildum fjölgað minna en þó má nefna fjölgun í slökkviliði sem rekja má til betri vinnutíma og í hafnasamlaginu sem rekja má til aukinna umsvifa og styttingu vinnuviku. Fræðslumál eru langstærsti málaflokkurinn og fer 43% af útgjöldum aðalsjóðs til málaflokksins. Við sjáum útgjöld til málaflokksins aukast ár frá ári og fróðlegt að sjá að útgjöld hafa vaxið tæplega 1,9 milljarð króna frá árinu 2018. En skoðum aðeins skiptingu fræðslumála.
Grunnskólar taka langstærsta hluta eða 5,4 milljarða króna eða sem svara 59% af fræðslumálum og eru 8 grunnskólar í rekstri hjá sveitarfélaginu. Áætlaður nettókostnaður leikskóla er 2,8 milljarða króna sem er rekstrarkostnaður 10 leikskóla í bænum. Þegar við skoðum kostnað á barn sjáum við að gert er ráð fyrir 2,1 milljón króna á hvern grunnskólanemanda og 2,9 milljónir króna á barn í leikskóla. Og rétt að árita að þetta er nettókostnaður af frádregnum leikskólagjöldum. Það verður ekki skilið við fræðslumálin nema geta þess að við stigum stórt skref í þessum málaflokki á árinu þegar 12 mánaða börn voru tekin inn í fyrsta skiptinu í haust leið og stórglæsilegu leikskóli Klappir var tekin í notkun. Félagsþjónusta er annar stærsti málaflokkurinn og 23% af útgjöldum aðalsjóðs renna til hans. Við sjáum þá þróun sem orðið hefur á málaflokknum frá árinu 2018 en útgjöld til málaflokksins hafa aukist ríflega 1,1 milljarð króna og er þó ekki tekið tillit til þess að öldrunarheimilin eru ekki lengur í rekstri. Þannig að það má segja að útgjöldin hafi aukist enn meira. Þess má geta að framlög til öldrunarheimila voru 507 milljónir króna á árinu 2020. Langstærsti hluti félagsþjónustu er vegna þjónustu við fatlað fólk 70% sem svara 3,4 milljörðum króna. Akureyrarbær er með mjög viðamikla þjónustu í málaflokki fatlaðra og þannig má nefna 18 þjónustukjarna, verndaðan vinnustað Plaststöðina Bjarg og hæfingastöðin í Skógalandi svo fátt eitt sé nefnt. Því miður hefur halli af málaflokknum aukist á liðnum árum og mikilvægt að framlög ríkisins í gegnum jöfnunarsjóð verði aukin til þess að mæta auknum kröfum og þjónustu þörf. Við höfum hins vegar lagt áherslu á að draga ekki úr þeirri þjónustu sem við erum að veita í málaflokki fatlaðra. En aðeins af framkvæmdum. Við gerum ráð fyrir að framkvæmdir bæjarins verði samtals 3,3 milljarða króna árinu 2022 og má raunar segja 4,1 milljarða króna. Því við áætlum að gatnagerðargjöld verði 800 milljónir króna á árinu sem dragast frá framkvæmdum eignasjóðs. Framkvæmdir fasteigna árinu 2022 er áætlaður 1,4 milljarður, eignasjóðs nettó 325 milljónir, hafnasamlagsins 240 milljónir og Norðurorku tæplega 1,1 milljarður króna. En skoðum helstu framkvæmdir ársins 2022. Á árinu 2022 er gert ráð fyrir að hönnun á nýju hjúkrunarheimili hefjist, en eftir á að finna endanlega staðsetningu. Ég get ekki látið hjá líðast að minnast á það hér að það er tímaspjakki að mínu mati að sveitarfélög eigi að greiða 15% af uppbyggingu hjúkrunarheimila sem eru í raun á ábyrgð ríkisins og auk þess að leggja til gjaldfrjálsar lóðir. En hvað það? Við hefjum á næsta ári ný framkvæmdir í Glerárskóla sem settar voru tímabundið á hold vegna framkvæmda við Lundarskóla en við áætlum að ljúka framkvæmdu við seinni álmu Lundarskóla á vormánuðum. Við erum að fara í uppbyggingu skólalóða bæði við Oddeyrarskóla á árinu 2022 og hefjum undirbúning við lóðina á Síðuskóla. Við höldum áfram uppbyggingu íþróttamannvirkja í samræmi við áður samþykkta uppbyggingaráætlun, munum fara í framkvæmdir í félagsaðstöð í Skauthöll ásamt því að hefja framkvæmdir á félagssvæði Káa. Þá verður ráðist í brýnar endurbætur á innilög Sundlaugar Akureyrar. Þá liggur jafnframt fyrir að sameina stjórnsýslu í eitt ráðhús og gert við ráð fyrir því á næstu árum. Aðeins bara svona til þess að taka þetta út á tölunum og þá er hér ágætismynd sem er frá A-álmu í Lundarskóla og sést hversu metnaðarfullar breytingar hafa verið unnið á því húsnæði. Gaman að sjá þá breytingu sem orðið hefur á skólastöðum að minnstu frá því ég var ungur maður og satt á skólabekk. En aðeins að framkvæmdum í eignasjóði, en framkvæmdir í eignasjóði Gatna eru mjög umfangsmiklar á árinu 2022 eða 1125 milljónir króna og nettó 325 milljónir króna þegar tekið hefur tillit til gatnagerðargjalda. Þar eru stærstu einstöku framkvæmdir í Holtahverfi og Borgarbraut vegna íbúðaruppbyggingar og síðan við hringtorg á Tryggvabraut við nýbyggingu verslunarmiðstöðvar Krónunnar. Þá er gert ráð fyrir 240 milljónir króna við stígagerð og má meðal annars nefna 50% hlut bæjarins í stoppstíg við Drottningabraut sem unnin í samstarfi við vegagerðina. En hvernig verður þróun skulda í þessu árferði og með öllum þessu framkvæmdum kann einhver að spyrja.
Við til að svara, við gerum ráð fyrir að skuldir vaxi lítið á áætlunartímabilinu og gerum ráð fyrir að nýja lántökur og afborgun lána haldist í hendur og með bættu veltufé frá rekstri megi ná að standa undir framkvæmdum án þess að tilkomi aukin skuldsetning. En skoðum aðeins skuldahlutfallið sem alltaf í umræðunni þegar við komum í saman sveitarfélagsfólk og fjármálaráðstofnunum og fleira. Við sjáum að skuldahlutfallið að taka stökk upp á við. Þar spilar inn í að skuldahlutfallið miðað við rekstrartekjur sem draga saman þegar rekstur öldrunarheimilina hverfur úr rekstri. Við sjáum hins vegar að þetta mun lækka á áætlunartímabilinu og við gerum ráð fyrir að þetta sé 138% í árslok 2022 verði komin niður í 130% í árslok 2025 og þegar við skoðum skuldaviðmiðið sem 102% í árslok 2022 þá sjáum við að það verður komin niður 98% í árslok 2025 gangi áætlanir eftir. Svo í lokið þá rétt að benda á uppáhaldi mitt þessi 12 ár sem ég hef verið í bæjarstjórn, það hlutfall veltufé frá rekstri af tekjum og samspili við fjárfestingar. Mikilvægt að veltufé frá rekstri sé til lengri tíma hærra en fjárfestingar en vegna mikilla framkvæmda Norðurorku og sér áhrif af COVID hefur hlutfall þetta ekki verið alveg nóg hagstætt upp á síðkastið. En horfi til betri vegar eins og sjá má hér á glærunni. En ég hef núna farið yfir helstu stærðir í fjárhagsráð og reikna með umræðum hér og eftir. Ég hef ekki farið inn í einstaka liði og reikna með að mönnum gefist tækifæri til að koma hér á eftir í spjallinu og beina spurningum þá til formanna einstakra ráða sem svara fyrir sína málaflokka. Ég hef fyrst og fremst farið hér yfir heildarmyndina sem sýnir okkur það að við erum á réttri leið, við ætlum að vaxa út vandanum og við teljum að með þeim aðgerðum sem við höfum gripið til, þá náum við því markmiði sem var stefnt þegar þessi meirihluti þegar þessi bæjarstjórn tók höndum saman að ná sjálfbærni í rekstri. Að því er stefnt og ég tel að því munum við ná á næstu árum. Takk fyrir. Takk fyrir Guðmundur. Takk fyrir þessa góðu kynningu. Ég tek undir með Guðmundi, ég held að við séum bara nokkuð bjartsýn í áætluninni og það er engin spurning að við munum vaxa út úr þeim vanda sem við höfum verið í og það er alveg sérstaklega ánægjulegt að sjá íbúa fjölgunina sem hefur orðið á þessu ári sem er að líða og við gerum ráð fyrir að hún haldi áfram með uppbyggingu í Holtahverfi en ekki síður með nýju hverfi sem verður í Kollugerðishaga sem nú eftir að fá frekara nafn, það góða hverfi. En ég hvet ykkur til þess að setja inn spurningar í tjattið og varðandi fjárhagsáætlunina. Það væntanlega margar spurningar sem brenna á ykkur. Ég get ekki ímyndað mér annað. Það er ýmislegt sem þið viljið væntanlega fá að vita betur. Þannig að ég hvet ykkur til þess að setja inn spurningar. Og það er örugglega einhver sem er tilbúin til þess að ríða á vaðið í að spyrja. Og hér er komin spurning frá Birni Snæbjörnssyni. Spurning, hækkun verði 4% var ekki loforðið í tengslu við kjarasamninga, það væri 2,5%. Annað, hver er hækkun fasteignagjalda? Ég held að Guðmundur Baldvin væri bara alveg ágættur til þess að svara þessari spurningu. Björns? Jú, vissulega er þannig að í lífskjarasamningu var talað 2,5%, hins vegar hafa sveitarfélögin, stærri sveitarfélögin flestöll tekið þá ákvörðun í rauninni að hækka 4% sem í takt við verðbólgu. Við höfum í rauninni, skal ég segja, fundið fyrir því að rekstrarkostnaður hefur aukist vegna hækkunar launa og það er bara nauðsynlegt fyrir okkur að hækka gjaldskrár, þannig að við höfum þá farið þá hækkuna tekið ákvörðun að hækka gjaldskrár almennt 4%. Varðandi það sem hann spyr hækkun fasteignagjalda, þá er þannig að ef við horfum bara fasteignaskattinn einan og sér, þá erum við að tala það að hann hækkar cirka 1,7% meðaltali. Það er vegna þess að það er bara fasteignamatið hækkað 1,7% af íbúðarhúsnæði. Sumstaðar er þetta lægri og jafnvel lækkar, en sumstaðar er þetta aðeins hærra en svona meðaltali er 1,7%. Við erum að sjá fram á að vaskgjald er að hækka 2,5% og síðan er
hækkun á fráveitugjaldi upp á 4,2%. Þannig að, og sorphirðugjaldi var að hækka 3,5%. Þannig að við erum svona að sjá svona, ég ætla að sé ég ekki nákvæmlega með reikningi tölunar á hreinu, en þetta er einhvers staðar 2,5–3% svona heildar hækkun á fasteignagjöldum þegar allt er tekið saman. Já, takk Guðmundur. Fleiri spurningar? Ég hvet ykkur eindregið til þess að setja inn spurningar á tjattið. Ég trúi því nú ekki að það séu ekki fleiri spurningar. Það kæmir mér mjög óvart ef að sjá að það væri ekki fleiri spurningar. Það eru svo margir sem eru mættir til fundar. Það eru 58 manns hér inn á fundinum, þannig að ég trúi nú ekki öðru en að það séu fleiri spurningar varðandi aðgerðir eða framkvæmdir eða annað slíkt. Langar nú kannski bara að segja ykkur frá því að hérna í morgun þegar fyrstu starfsmenn mættu klukkan 7:30 að þá var vatnsflaumur sem mætti þeim niður stigana í Ráðhúsinu og umtalsvert vatnstjón hér í húsinu. Þannig að slökkviliðið var kallað á vettvang og þeir náðu að dæla vatninu út úr húsinu. Það er nú bara þannig upp á 4. hæð að það er ekki niðurföll. Og við sjáum fram á að hér hafi orðið töluvert tjón. Þannig að bara segja ykkur frá því. Hér eru 2 spurningar komnar. Aftur frá Birni Snæbjörnssyni. Hvað er áætlað að gjaldtaka á bílastæðum bæjarins gefi í tekjur? Og svo er einhugur í bæjarstjórn fjárhagsáætlun bæjarins fyrir næstu ár. Guðmundur, vilt þú svara þessum tveimur? Kannski forseti bæjarstjórnar með þá seinni? Ég er með liðið hérna við liðina mér sem er að leita þessum tölum nákvæmlega, en mér minnir að tekjur hafi verið áætlaðar 73 milljónir króna á bílastæðasjóði, en þau eru nú að staðreyna þetta fyrir mig hérna. En ég held að það væri rétt að bara gefa Höllu Björk þess að svara seinni spurningum og ég skal koma síðan með réttu tölunar. Já, Halla Björk. Já, sæl. Hvort það er einhugur, já í stórum dráttum þá er einhugur með þessar aðgerðir og þessa áætlun. Það eru þetta eitt og eitt svona atriði sem við erum ekki öll alveg algjörlega sammála en í stóra myndin þá er tel ég vera svona að mestu einhugur. Bæjarfulltrúar mega náttúrulega kannski bara rétt upp hendi eða það er eitthvað sérstakt sem vilja koma á framfæri, en sko við fórum í þessi verkefni saman og það snýst fjárhagsáætlun að mestu leyti. Eitt og eitt svona minni verkefni þar sem við erum ekki algjörlega sammála þá fáum við bara að tjá okkur og munum bóka, en við munum standa að baki fjárhagsáætlunar í heild. Guðmundur, ertu komið? Já, þetta var aðeins, ég var að horfa á töluna í vitlausa tölu, en þetta var 96 milljónir sem gert ráð fyrir að rekstrartekjur bílastæðasjóðs verði á árinu 2022. 96 milljónir. Takk fyrir það. Hér er spurningi hjá eftir því að fara á í lagfæringar og innusundlög Akureyrasundlaugar, en hvað með Glerárlaug? Hvað ætlið þið að gera fyrir hann og allt fólki sem þangað kemur? Kannski Andri og Eva þið er tilbúin til þess að svara því? Eva, vilt þú byrja? Já, ég skal bara byrja. Eins og staðan er núna á innusundlaug Akureyrarlaugar að þá er hún komin í rauninni bara síðasta séns hvað varðar lagnir og fleira og því var það ráðlegging frá framkvæmda sviðinu, eða umhverfis- og mannvirkjasviði, að það færi í forgang á undan Glerárlauginni og þannig að það er bara verkefni sem við verðum að fara í því að mér er sagt að
það gæti alltaf gerst að lagnir fari í sundur og þá erum við búin að stoppa aðganga að innilauginni þar sem að skólasund er meðal annars stór þáttur af starfsemi hennar. Þannig að hún fer framar í forgangsröðina, en það er alveg komin sú staða upp varðandi gleralaugina að ágangur þar mikill getur ekki verið vegna þess að 2 pottar eru komnir í ólag. Síðan eru þar klefarnir sem er ekki mjög stórir, þannig að það komast ekki margir fyrir þar í einu og það er ekkert farið kannski fram hjá mörgum að það er búið að setja það á dagskrá að takmarka aðgang almennings að lauginni. Við erum þó með í skoðun hvort það sé hægt að koma til móts við þann hóp sem að hefur verið að stunda laugina með því að lengja, það er að segja, eða vera með klukkutíma og opnunartíma eftir þá öll þau námskeið og skólasund sem að eru þar frá klukkan 8 til 6 á daginn. Það er þáttur sem er í skoðun sem að bæjarstjórn á eftir að taka fyrir. En það er allan ekki komið inn á framkvæmdaáætlun viðgerðar og gleralaug því að við settum innilaugina hjá Akureyrarlaug í forgang. Þá er ég kannski bara bæta örlítið við að það sem að Eva útskýrði að gleralaug verður áfram í mikilli notkun fyrir kennslu og allskyns hópa, en þar þarf líka fyrir það síðar að fara í einhverja aðgerðir, meðal annars eins og Eva nefndi auka afkastagetu á búningsklefum og það kemur til greina að reyna að leysa það með framkvæmdum við búningsklefa íþróttahús Glerárskóla. En í það verkefni eru rúmlega 100 milljónir á fjárhagsáætlun núna á næstu árum. Þannig að við þurfum líka að gera endurbætur á Glerárlaug á næstu árum, engin spurning með það. Takk. Takk fyrir þetta, Andri. Hérna var líka spurning á síðasta bæjarstjórnarfundi fór Guðmundur Baldvin yfir Glær og nefndi að B-hlutin væri í x-miklum hagnaði, hann nefndi ekki Hlíðarfjall. Hvað var tapið á Hlíðarfjalli á síðasta rekstrarári eftir færsluna frá A-hluta yfir í B-hluta, Guðmundur Baldvin? Það er svo sem það hefur ekki aukist tapið á milli vegna flutningsins. Það er alltaf náttúrulega framlag frá Akureyrarbæ sem jafnar tapið, en það er mismunandi mikil meðgjöf sem við þurfum að gefa fjallinu. En Guðmundur, ertu með töluna á reiðum höndum varðandi Hlíðarfjall? Var spurt árið 2021 eða 2021? Já, 2021. Hver er? Það liggur ekki alveg endalega uppgjöf fyrir árið 2021 en við erum að gera ráð fyrir framlagi til Hlíðarfjalls árið 2022 á 152 milljónir úr aðalsjóði. Þannig að það liggi fyrir. En hins vegar þarna skal ég segja er ég ekki endalega, við erum ekki endalega konum með töluna árið 2020 og þarna 1. Það kannski gæti verið að því að Halla er nú formaður stjórnar Hlíðarfjalls að hún viti meira þetta heldur en ég á þessari stundu en tölurnar er ekki alveg endalega komnar fyrir niðurstöðuna 2021. Nei, en þess ber að geta að tekjunar voru heldur meiri í ár, heldur við gerðum ráð fyrir, þrátt fyrir það að við þurftum að loka tíma út á COVID. En Halla, vilt þú bæta einhverju við? Ja, ég vildi gjarnan að ég væri með þessa tölu hreina. Ég er ekki með hana frekar en að ég myndi, en framlagi til Hlíðarfjalls er yfirleitt bara svipað frá ári til árs. En það má kannski upplýsa bara þá sem er á fundinum hérna, við höfum verið að taka þau skref að útvista ákveðnum part af rekstrinum, þannig að það sé minna svona undir hjá bænum og við munum gera samning við aðila veitingasöluna og eins skíðaleiguna og skíðakennsla hefur líka verið útvistar. Þannig að við erum bara að sjá þessa kjarnastarfsemi og vonandi dregur það úr kostnaði til lengri tíma. Já. Halla, ég kannski bara bætum við til þín. Það er spurning hérna líka frá Birni Snæbjörnssoni. Er það til bóta að hafa ekki meiri og minnihluta eða er þetta ekki bara moðsuða, er hér spurt? Já, nei, eins og dæmi sanna þá er nú engin móðsuga, ég tekist allhressilega á í mörgum málum. En já, sko, þetta hefur kost og galla og kostirnir eru þeir að við erum þá öll að leggja fram ákveðna vinnu sem formenn og við
sem sagt allir bæjarfulltrúar hafa tekið þessi formennsku í einhverju nefnd. Samstaðan næst svona hún verður meiri kannski erfiði mál og það var kannski svona upphæða að þessu. Við vissum að við stóðum frammi fyrir erfiðum verkefnum og það myndi, þú veist, bæði það að fara í þau verkefni, þá ættu allir bæjarbúar sinn fulltrúa í þeirri vinnu og við gætum þá náð sameiginlega einhverju sýn á það hvernig við ætluðum í verkefninu. Ég tel að til bóta akkurat hvað það varðar. Svo má alveg deila það hvaða leið betri. Þetta hefur kost og galla allt saman. Hér spurning sem ég hef nú grunnað að sé frá Birni Vali Gíslasyni, Guðmundur Baldvin, þú svarar þessu við stendur til að selja húsnæði öldrunarheimila bæjarins eða eignarhluti bæjarins í þeim að einhverju leyti eða öllu leyti. Kannski ferði yfir þetta mál? Já, við höfum alltaf verið í viðræðum við ríkið eftir að við skilum rekstur öldrunarheimilina vegna þess að sú staði komin upp að þetta svona eiginlega munaðarlaust barn þar að segja húsnæðið og við vilja að fá skýrsvör frá ríkinu hvað þeir vilji gera með þetta vegna þess að nú þeir náttúrulega í að þriðja aðila þetta og við höldum á eignunum og ríkið ekki með þetta skráð í sínum bókum og hefur bara fært þetta gjaldfært eftir því sem að þetta hefur framundið. Þannig að við svona erum að bara við vilja kalla eftir frá viðbröðu frá ríkinu hvað þeir vilji gera með þessar eignir og hvort að þetta var náttúrulega eðlilegast bara í rauninni að ríkið ætti þessar eignir og það var á sín tíma í kjölfar þess að við skiluðum þessum rekstri ásamt öðrum sveitarfélögum þá var farið af stað með vinnu sem að var byrjað á vísu, það var settur kraftur í það sem Gunnar Birgisson stýrði sem að veitum hvernig það fór og það var nú svolítið svona datt niður starfsemi nefndarinnar eftir að hann féll frá en það var svona verið að velta fyrir sig hvernig ætti að fara með þessi húsnæði, við viljum bara fá svör frá ríkinu. Nýverið kom þá þetta tilboð frá Heilsuvernd að þeir vildu bara kaupa og við bókuðum þá í bæjara, við vildum bara kalla eftir viðbrögð frá ríkinu varðandi þetta og þetta svona bara ákall okkar til þess að ríkið komi og tali við okkur þessi mál. Því miður hefur það verið þannig að þeir hafa ekkert svarað okkur að synda þessum erindi frá okkur og það afskaplega óheppilegt þegar slík staða kemur upp. Auðvitað væri eðlilegast í mínum mati og ég kom fram þegar ég var að fara þetta í framkvæmdaáætlunina að það er í tímaskekkja mínum mati að sveitarfélög séu í rauninni að skuldbinda sig til að taka 15% af byggingarkostnaði hjúkrunarheimila þegar hjúkrunarheimili eru ábyrgð ríkisins og þeir eru jafnvel að leigja þetta til þriðja aðila. Ég nefni bara sem dæmi að það eru sveitarfélög sem eru minni sveitarfélög sem eru að taka þátt í slíkum framkvæmdum og allt þeirra framkvæmda fer í að taka þessi 15%. Þannig að mér finnst þetta að vera í tímaskekkja. En við hefum fyrst og fremst verið að kalla eftir þessum viðbrögðum frá ríkinu en það er engin ákvörðun við tekin eignasölu. Fyrst og fremst er það bara að fá þá á borðinu og hreinlega ræða við okkur hvað menn vilji gera við þetta fasteignir. Takk. Já, þetta er Hilda. Já, mér langar bara aðeins að bæta við þessa umræðu af því að þetta er ótrúlega skrítið mál að það er svo sérkennilegt að sitja hérna megin með þennan eignarhlut í byggingunni og að ríkið skuli þegar við ákváðum að semja ekki lengur semja við að þá ríkið samdi við Heilsuvernd og veitti þeim leigulaust afnot af húsnæðinu sem að hluta til í eigu Akureyrarbæjar án samráðs eða samtals við Akureyrarbæ og það sem að málið snýst í mínum huga er ekki bara hvort það er hægri eða vinstri hönd hins opinbera sem sér þessa þjónustu. Við þurfum bara að geta talað saman eins og liðsfélagarnir sem við eigum að vera í þjónustu gagnvart öldruðum. Og mínum mati á hiklaust þessi eign að vera í höndum hins opinbera. En það er rosalega erfitt að eiga í einhverju samtal og samvinnu þegar að mótaðilinn eða samstarfsaðilinn svarar ekki og neitar að tala við okkur sem er bara hreinlega óboðlegt. Að mínum að ég vil bara bæta því við. Takk fyrir þetta, Hilda. Það er kannski bara ágætt að nefna það að þessi 15% var við lýði sömuleiðis varðandi heilsugæsluna og það var sömuleiðis gert ráð fyrir því að sveitarfélögin tæki þátt í byggingu á framhaldsskólum. Þetta er náttúrulega gömul hefð frá því er að við vorum að byggja upp landið saman og allir lögðust á eitt.
til þess að láta hlutina raungerast. Ég myndi nú telja að þetta væri tímaskekkja og eins og Guðmundur Baldur nefndi áðan þá er þetta oftar en ekki mjög flókið mál fyrir minni sveitarfélögin þar sem þetta er að éta upp allt framkvæmdaféð og erfitt fyrir þau. En við vonumst til þess að fá einhverja niðurstöðu í þessu mál og það er verið að skoða þetta inn í ráðuneytinu. Við erum ekki einu sem höfum kallað eftir svörum, það eru sömuleiðis sveitarfélögin sem hafa hætt rekstri á sínum hjúkrunarheimilum á þessu ári. Fjarðabyggð, Vestmannaeyjar og Höfn í Hornafirði eru í nákvæmlega sömu stöðu og við. En hérna er ein spurningin, það er mikið talað um aðhald og sparnað. Hvar kemur sparnaður fyrst og fremst fram í þjónustu við íbúa? Er einhver nýjungar eða viðbætur í þjónustu? Hvað með leiguíbúðir? Er einhver áætlun að bæta við leiguíbúðum fyrir eldra fólk til dæmis í nýjum íbúðakjörnum sem áætlun að byggja upp í Holtahverfi? Hérna er nú fjölmargar spurningar. Ég held að Halla Björk, það væri bara ágætt að þú myndir byrja í að svara þessu. Við vorum náttúrulega að segja frá hérna nýjungu, það eru börnin og leikskóla, það er stóðar. Akkurat, ætli það sé ekki staðista svona einstaka aðgerði sem við ráðist í, það er að auka við leikskólaplássið og taka inn yngri börn. Og það er svona að finna kannski bæjarbúar einna helst að það sé aukin þjónusta. Eins og hefur komið fram, það allavega hefur verið mikið í umræðinni, það er þessi skerðing og þjónustu við almenning í Glerárlaug, sem enn þá er til skoðunar og Eva var nú að svara því. Hvað var meira í þessari spurningu með leiguíbúðirnar? Já, hvort að við ætluðum að bæta við leiguíbúðum fyrir eldra fólk í nýjum íbúðakjörnum? Já, við höfum náttúrulega verið á síðustu árum að taka þátt með þessum félögum sem hafa verið að byggja upp fyrir eldri borgara og bara félagslegar íbúðir yfir höfuð með stofnframlögum og svo framvegis. Þannig við höfum verið að taka þátt í þeim verkefnum. Við erum ekki með á sérstöku eða planum sérstaka íbúðakjarna fyrir eldri borgara á okkar vegum, en það er auðvitað bara í samvinnu og samstarfi við aðra. Kannski einhver annar sem vill? Er einhver annar bæjarfulltrúi sem þið vilja bæta við? Það er náttúrulega spurt hérna hvar sparnaðurinn kemur niður í þjónustu við íbúa. Við hefum náttúrulega verið markmið bæjarstjórnar hefur náttúrulega verið að reyna að láta íbúana finna sem minnst fyrir þeim aðgerðum sem við erum að gera, en óneitanlega þá verður einhver samdráttur í þjónustu, en við erum að reyna samt sem áður að vinna þannig að það sé minnst áhrif. Akkurat, og Ásthildur eins og þú nefnir að þessar stjórnsýslubreytingar og allt það sem við höfum verið að fara í á síðasta ári, það hefur kannski verið dregið úr opnunartíma og einhvern veginn hagrætt og verkferlarnir svona línaðir, en markmiðið var að reyna að veita þjónustuna bara með öðrum hætti. Þannig að bæjarbúar yfir sem minnst vari við það að við værum að hagræða. Og það er auðvitað markmið. Við erum auðvitað að reyna að nýta líka þessa tækni og tæknilausnir til þess að veita þjónustuna með ódýrari hætti. Þannig að það er partur af sparnaðinum. Takk fyrir þetta. Svo er hér spurning, það fólk sem sækir Glerárlaug er ekki að fara fram á að fá nýja potta eða skápa í búningsklefa, heldur að það geti komið og stunda sína sóknarlaug. Er bara ekki hægt að hafa þetta eins og það er? Hvar ætlið þið að spara með þeirri lokun sem umræðir? Eva Hrund, vilt þú ekki taka þennan bolta? Jú, ég skal taka þennan bolta. Ráðinu var falið að spara fyrir þessa fjárhæð. Við fengum aðgangstölur síðustu ára og samkvæmt þeim þá rúmast sá fjöldi vel í Akureyrarlaug. Við erum náttúrulega ekki bara að reka þessar tvær laugar, við erum líka með laug í Hrísey og í Grímsey. Akureyri er stærri heldur en bara Akureyri sjálf, heldur erum við með íbúðakjarna líka sem við þurfum að sinna. Því miður bara var þetta raunin að taka þennan þátt út. Það er mikið álag á þessari laug, eins og ég nefndi áðan. Við erum þarna með skólasund, það er stór hluti af deginum fer líka í þjálfun
barna hjá sundfélaginu Óðni og þarna eru líka lokaðir hópar sem eru þarna í alls konar sundleikumi sem munu áfram fá aðgang að þessari laug. En eins og ég nefndi áðan, þá verið að skoða hvort við getum komið til móts við þá sem að hafa verið að sækja sundlaugina og kannski þurfa eða finnst gott að nákvæmlega fara í þessa laug, en þá erum við bara að horfa til þess að það verði hugsanlega opið einn klukkutíma á dag og þá allavega erum við að bjóða upp og þá þjónustu að fólk geti sótt sína laug. En annars, ég meina, nú þetta bæjarfélag ekki mjög stórt, þannig að við erum með aðra mjög góða sundlaug. En ég vil líka taka það fram að þetta ekki, held ég, ákvörðun sem að verður til framtíðar. Við erum bara að taka til í sparnaði núna og þetta var ákvörðun sem við ákváðum að setja aðhald á akkurat núna. En vonandi bara kemur svo tíð að þetta verði aftur bara þannig lauga að hún verði opin almenningi allt árið. En við höfum allavega tekið þá ákvörðun að fara þessa leið núna og spara á allavega næsta ári og hugsanlega næstu árum þarna. Takk fyrir þetta, Eva. Nú, það hérna spurning frá honum Jóhanni Gunnari. Í fjárhagsáætlun ekki gert ráð fyrir að jafnvægi nást á milli launa og launatengdra gjalda, útsvars og fasteignaskatt á tímabilinu 2021-2025. Það að segja útsvar dugar ekki fyrir launum og launatengdum gjöldum sveitarfélagsins. Hefur bæjarstjórn ekki áhyggjur af þessu og hvernig getur þetta talið sjálfbært? Já, þetta nú stóra spurningin. Guðmundur Baldvin. $1 million question. Já, sko, ef við horfum á til útsvars og fasteignaskatta þá í rauninni aðhlutnum, þá það í rauninni það jafnvægi þar á milli, launatengdra gjalda, laun og launatengdra gjalda og fasteigna og útsvars. Vissulega hefur við áhyggjur af því hvernig þróun hefur verið sem að Jóhann að benda á að þessi, og kannski með þessi fyrirspurn að benda á að við höfum séð náttúrulega verulega aukin útgjöld vegna launa og kostnaðar vegna þess að þegar við erum að ræða krónutölu hækkanir í rekstri sveitarfélaga þá það þannig að við höfum verið að hækka hlutfallslega meira innan sveitarfélaga heldur en almennum vinnumarkaði sem þýðir það í rauninni að þarna myndast ákveðið misvægi og ég deili alveg áhyggjum Jóhanns að þetta ekki gott til lengdar en hins vegar má ég ekki gleyma því að inni í launum og launatengdum gjöldum þá náttúrulega líka framlag jöfnunarsjóðs sem í tekjum vegna frá jöfnunarsjóð þá jöfnunarsjóð náttúrulega greiða hluta af launakostnaði vegna málaflokks fatlaðra þannig að þetta svona pínu samspil það þarf aðeins að horfa í heildarmyndina en vissulega áhyggjuefni hvernig þessi þróun hefur verið síðustu 2-3 árin það alveg rétt sem Jóhann bendir á. Þið sáu líka þann fjölda af starfsmönnum sem vinna hjá Akureyrarbæ áðan í yfirferðinni hjá Guðmundur Baldvin. Það náttúrulega, við erum náttúrulega með, það eru 1513 stöðugildi og ætlaði að segja ekki svona cirka bát 2000 kennitölur sem fá útborgað hvern mánaðamót og það það bil 10% af íbúum Akureyrarbæjar og það nú heldur hátt hlutfall. Þannig að við erum auðvitað alltaf að reyna að hagræða hjá okkur en við erum líka að bjóða upp á frábæra þjónustu og sérstaklega við fatlað fólk og í grunnskólanum það eru þjónustu þættir sem við viljum gera vel og það líka hluti á okkar lögbundnu verkefnum sem eru svona okkar kjarnastarfsemi. Nú það spurt hér nýja skíðalyftu. Halla Björk. Hvenær eigum við von á henni? Já, það bara búið að taka hana út og hún tilbúin. Nú bíðum við bara eftir að fjallið opni og það verði gott veður og við getum opnað hana með pomp og prakt. Þannig að það á alltaf að vera klárt. Bara þegar færi gefst. Við höfum stemt á því að, þú veist, eins og við vitum að við erum náttúrulega, förum ekki að opna hana í einhverju kolbrjálegu veðri. Við viljum helst hafa bara sól og eins og það gerist best í fjallinu, þannig að við getum öll trallað þarna og notið. Þannig að við ætlum svona að reyna að hitta einhvern góðan dag, bara fljótlega eftir opnun. Já, það alltaf gott veður á Akureyri, eins og við vitum öll, þannig að það verður fljótlega. Það hreyfir stundum lognið. Það fer svolítið hratt yfir þannig frá.
Hér spurning aftur frá Birni og ég giskaði rétt. Stendur til að hætta við eða draga tilbaka mismunun í gjald á leikskólum bæjarins, 10% hærra gjald fyrir yngstu börnin, hefur bæjarstjórn brugðist við athugasemdum eða fyrirspurn UNICEF vegna þessara mismunar. Hvaða mörg börn búa við þessa mismunun í gjaldskrá leikskóla og á hvaða aldri eru þau? Hvaða áætlar bærinn að afla mikilla tekna með aukinni gjaldtöku og yngstu börnin? Þetta allstór spurning. Þarna hann Árni eða hann Karl Frímannsson á fundinum? Nei. Ég held ekki, en ég get tekið þetta. Viltu taka þetta? Já, já, það hefur verið tekin ákvörðun að draga þetta tilbaka þannig að það verði jafnt leikskólagjald fyrir öll börn á leikskóla og það verði bara, þannig að það verði jafnt, þannig að þá kannski þetta svolítið úr sögunni, þannig að ég tel kannski ekki ástæðu til þess að tala allt hitt, við erum að bregðast við með því að hætta við að nýta þess að. Vona það svari spurningunum. Eru fleiri spurningar? Þið komið svo gott ról hérna að það alveg nauðsynlegt að fá fleiri spurningar. Nota tækifærið. Annars fer ég í fyrsta, annað og þriðja. Það hérna fyrsta boð. Ekki einhverjir sem vilja koma með spurningar? Ég trúi því ekki að þið viljið ekki spyrja frekar. Þetta nú við, mér einhver, ég hérna kannakort að það sé einhver, já, hér kemur einhver bregst við. Já, hver eru helstu áherslumál bæjarins í atvinnumálum fyrir næstu ár? Hilda Jana, það kannski ferði yfir það? Já, helstu áherslur okkar, við erum að vinna að atvinnustefnu hjá sveitarfélaginu sem tekur mið af því að horfa sérstaklega á kerfið okkar, að það horfi sérstaklega til þarfa atvinnulífsins í okkar eigin þjónustu. Það að segja að við tökum svona upp gleraugun bæði hvað varðar alls konar hópa, íbúa, börn, eldra fólk og svo framvegis. Og við erum í þessari atvinnustefnu að horfa sérstaklega til aðkomu sveitarfélagsins að atvinnumálum. Í gegnum SSNE, Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, erum við að vinna í fjölmörgum spennandi verkefnum sem tengjast atvinnuþróun. Þar hefur verið bæði að leggja áherslu á nýsköpun og frumkvöðla. Þar var til dæmis daginn norðan átt, þar sem var verið að vinna með frumkvöðlum og einmitt margar fréttir í tengslu við það núna. Við erum að vinna að verkefni í tengt nýsköpun í velferðartækni með velferðartækni miðstöð. Við erum að vinna að því sameiningu sveitarfélögin 12 innan SSNE að greina samgönguáætlun og samgöngukosti sem við viljum berjast fyrir. Við höfum verið að horfa sérstaklega á verkefni sem tengjast umhverfismálum og loftslagi og höfum þar verið að vinna í gegnum verkefni sem heitir EIMUR sem við erum í samstarfi meðal annars við Norðurorku, Orkuveitu Húsavíkur og Landsvirkjun varðandi nýtingu á bæði lághita og bara orku almennt á svæðinu. Og ég gæti haldið næstum því endalaust áfram. Þar eru ofboðslega mörg verkefni sem við reynum að vinna með og eigum í góðu samtali og samráði sveitarfélagi sjálft, en reynum að vinna í samstarfi þessi sveitarfélag óháð sveitarfélaga mörkum að þessari heildaruppbyggingu, af því að eins og gefur að skilja Akureyrarbær til að mynda ákveðin þjónustumiðja og ég ekki viss að allir átti sá því til dæmis hvað Akureyrarbær á mikið undir til dæmis í landbúnaði. Það ekki fyrsta sem fólk dettur í huga við séum landbúnaðarsveitarfélag, en greiningar okkar hafa sýnt að það jafnvel hátt í 30% af atvinnulífinu í bænum tengist landbúnaði með einum öðrum hætti, þar sem stöðugildin. Þannig að við teljum mikilvægt að vinna ekki einangrað innan bara sveitarfélagana að uppbyggingu og stuðningi við atvinnulífið.
Ég hvet líka bara fólk til þess að kíkja á sóknaráætlun landshlutina en á ssne.is. Þar okkar sameiginlega sýn sveitarfélaganna og hvernig við viljum sækja fram í atvinnumálum og fyrir hönd sveitarfélagsins, hvernig við viljum blása til sóknar. Og ég verð að nefna það að þar ákaflega ánægilegt að ríkisvaldið skuli leggja þessa áherslu í samvinnu við okkur á að færa okkur ákveð umboð og völd til þess að ákveða okkar eigin stefnu. Og mér finnst að hafa veitt okkur mikið sjálfstraust og tækifæri til þess að koma að málum og það ekki bara kjörnir fulltrúar heldur líka atvinnulífið og aðrar ríkisstofnanir á svæðinu. Og það gladdi mig mjög mikið að sjá inn í stjórnarsáttmálanum að það ætti að leggja áherslu á að efla þessa sóknaráætlun og þannig ég bind miklar vonir við að það ekki að draga úr fjárframlögum í þann farveg eins og hefur því miður síðustu árin og var í fjármálaáætlun. Sveitarfélögin setja líka pening í þennan farveg þannig við erum að leggja þessa áherslu á að vinna með sveitarfélögunum í gegnum SSNE að uppbyggingunni og framtíðarsýninni og í gegnum Akureyrarbæ að því hvernig við tryggjum sem best umgjörð okkar málaflokka innan bæjarkerfisins. Takk fyrir þetta, Hilda. Ég held að það sé alveg gríðarlegt tækifæri í Eyjafirðinum í nánustu framtíð. Við erum að fá rafmagn til okkar og með nýjum flutningslínum og ég held að það svo mikið að gerast í atvinnulífinu, ekki bara hér heldur allstaðar í kringum okkur og það eru frumkvöðlar sem eru starfandi hérna og þetta eina risastóra atvinnusvæði þar sem svo mikið að gerast og ég held að við þurfum bara að styðja vel við þá frumkvöðla sem eru að koma sér á stað með verkefni. Hér eru tækifærin og hér mikið að gerast og við finnum alveg gríðarlegan slagkraft hér í Ráðhúsinu af öllu því fólki sem að koma hingað í bænu, bæði vill flytja hingað og setja sig niður og sín fyrirtæki. Hér eru spurningar tvær komnar til viðbótar. Það hvernig væri að leggja niður þessa gömlu malbikunarstöð og bjóða malbiksvinnuna út? Andri, þú ert nú eitthvað búin að skoða það. Já, við skoðum það nokkuð vandlega fyrir ári síðan cirka og úttekt okkar á stöðinni og reksturinn að leita í ljós að reksturinn í lagi og hún flest árin að skila afgangi af rekstri og þrátt fyrir það að skaffa okkur malbik á sanngjörnu fyrir bæinn sjálfan og stöðin tæknilega í lagi og hún með starfsleyfi núna í 7-8 ári viðbót hef ég mann rétt, þannig að það ekkert sem að kallar sérstaklega á að leggja hana niður en hins vegar gæti það alveg verið áhugavert til dæmis út frá umhverfisvinklinum að þegar hætt að urða Sorpa á Glerárdal og orðið þar mjög fallegt yfir að líta þá stöðin auðvitað svolítill stílbrjótur og ef við legðum hana niður þá þyrftum við að stóla á að kaupa malbik frá einhverjum öðrum birgja hér í bænum og það væri vissulega hægt að gera einhvern rammasamning nokkur ár fram í tímanum að hér gildi höfuðborgarverðið eitthvað svoleiðis þannig að það alveg valkostur og sjálfsagt mun í bæjarstjórn bolla leggja þetta í rólegheitum. Takk. Takk fyrir þetta. Hér líka spurning hvernig hefur sveitarfélagið undirbúið móttöku og ýtt undir fyrirspurnir framkvæmdir vegna komu aukinna raforku inn á svæðið. Þetta náttúrulega stórt hagsmunamáli eins og ég var að nefna hérna áðan. Hilda, vilt þú ekki svara þessu? Jú, við höfum helst lagt áherslu á þessi raforkumáli gegnum SSNE eða Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Annars vegar með þessari sóknaráætlun og farveg þess og síðan að atvinnuráðgjafar okkar séu sérstaklega tilbúnir til þess að veita þjónustu og sókn, benda fólki á þessa valkosti sem á þessu svæði með tilkomu aukinnar raforku. Þarna síðan getur verið ákveðið tryggi að þarna bæði svona samkeppnissjónarmið milli sveitarfélaga en líka sameiginlegir hagsmunir sem að tengjast meðal annars svæðisáætlun og svo framvegis. En við höfum aðallega horft til þess að þjónusta og sækja réttara sagt í gegnum SSNE skapa samtali milli sveitarfélagana og síðan að okkar starfsfólk og ekki síst kannski Ásthildur hafi tekið við og rætt við fyrirtæki og jafnvel haft frumkvæði af því að ræða
þau mál. En auðvitað náttúrulega dapurlegt að sjá hvernig þróunin hefur verið í raforkumálum og raforkudreifingu og við einhvern veginn allt þetta kjörtímabil og mun lengur höfum einhvern veginn upplifað að þetta sé alveg að fara að gerast og vonandi klárast það hið fyrsta en tækifærin eru sannarlega fyrir hendi og við gætum jafnvel gert enn betur í sókninni. Við höfum til dæmis verið það er hægt að sjá vefsíðu sem við höfum verið að nýta gagnvart fjárfestum sem heitir Invest in North East Iceland sem að vefur sem að atvinnuráðgjafar okkar hafa búið til þess að benda á svæði og möguleika og umgjörð og svo framvegis. Þannig að það er svona einna helst í gegnum þannig farveg. Takk fyrir þetta, Hilda. Nú hér spurning líka, hvar stendur málið með mögulega sorpbrennslustöð á Disneysi og önnur atvinnuuppbygging þar? Er það ekki bara ég líka? Jú, það þú líka. Við höfum tekið það ákvörðun sveitarfélögin á Norðurlandi eystra í gegnum SSN að fjármagna greiningu á uppbyggingu á líforkuveri, að gera svona frummat að því og við höfum ákveðið að setja 20 milljónir króna í þann farveg, þannig að það stendur þar og núna það að fara í greiningu sem að tengist á bæði þarfagreiningu og raunhæfnimati og svo framvegis til þess að sorpbrennslustöðin, fyrir ekki, ég farin að tala líforkuver. Varðandi sorpbrennslustöðina, þá hún eiginlega bara atvinnuuppbyggingin á Disney sem gæti tengst líforkuveri hins vegar, þannig að ég kannski aðeins að svara seinni spurningunni. En sorpbrennslustöðin hefur ekki verið til umræðu þar sem að ríkið setti fram í sinni áætlun og stefnu hringrásarhagkerfið að fara aðeins í greiningu og uppbyggingu á einni sorpbrennslustöð á Íslandi á suðvesturhorninu og við höfum fengið kynningu á því verkefni. Það sem að þá hugmyndin að flytja allt sorpið á suðvesturhornið. Við höfum alveg bent á þann valkost að hafa bæði minni sorpbrennslu á Norðurlandi eystra þar sem yfir helmingur landsmanna sem ekki býr á áhrifasvæði höfuðborgarinnar býr, fyrir utan auðvitað tengsl við þá landbúnaðinn hvað varðar sérstaka brennslu lífræns úrgangs. En meðan að þetta stefnan þá höfum við ekki ákveðið hingað til að minnstakosti að grípa til annarra ráða. Takk fyrir þetta, Hilda. Fleiri spurningar? Þetta náttúrulega mjög spennandi, allt lítur að sorpmálunum og mikill áhugi á þeim í samfélaginu og við þurfum að taka höndum saman í þeim umhverfismálunum sérstaklega og loftslagsmálum. Þetta okkar stóra mál til framtíðar að huga að þessum málaflokkum og risastór verkefni sem liggja þar fyrir okkar í þeim efnum. En ég hvet ykkur til þess að koma með spurningar áður en ég loka fyrir spurningar. Ég hvet ykkur áfram áður en ég fer í uppboðshaminn aftur. Ég held að það sé endalaust hægt að spyrja spurninga varðandi okkar frábæra og yndislega bæ. Við megum ekki gleyma því hvað gott að búa hérna og hvað þjónustan góð. Það ekki bara að það sé gott veður og bærinn fallegur heldur þjónustan góð hérna og það mikið í boði. Það má ekki gleyma því. Og ég held að við getum líka sagt að það hefur verið gríðarleg uppbygging síðastliðin ár og mikið að gerast hérna í bænum og við erum að sjá raungerast verkefni sem hafa beðið í mörg ár. Það svo sem svo viðbyggingin eða bygging flugstöðarinnar og flughlaðsins. Nú það viðbyggingin við sjúkrahúsið, það nýjar heilsugæslur sem að fara af stað og uppbygging á viðbót í öldrunarheimilunum. Þetta verkefni ríkisins sem við erum búin að vera að ýta eftir í mjög langan tíma og að raungerast núna vonandi á næstu 2 árum. Þannig að það stórir áfangar í samskiptum við ríkið. Nú, svo þessi íbúafjölgun sem hérna og við höfum óttast að hér væri að fækka börnum, en það svo alls ekki staðan því að eins og annars staðar á landinu þá verður
á nefa fjölgun barna á leikskólaaldri á næstu árum, því að það barnasprengja á leiðinni, COVID-börnin að koma, sem ákaflega gleðilegt og við þurfum að byggja bæinn upp með ungu fólki sem sér tækifærin á að búa hérna og þau svo sannarlega til staðar. Ég held að það sé engin bær á Íslandi og eða borg eða hvað sem það sem með svona mikið lífsgæði eins og hér Hefur verið kannað sérstaklega svo meinsemd að vera á móti öllum framkvæmdum eða nýjungum sér akureyrskt fyrirbæri á bæjarbúum eða þekkist þetta í fleiri sveitarfélögum. Ja, ég get nú alveg sagt ykkur það. Ég nú búin að búa á nokkrum stöðum á landinu og það bara þannig að breytingar alltaf erfiðar og það held ég sé ekkert þetta sé ekkert einstakt vandamál sem bundið bara við Akureyri. Það alls staðar. Við erum einhvern veginn öll, finnst erfitt að takast á við breytingar og þar okkur öllum erfiðar og sjá einhverja breytta bæjarmynd, það öllum erfitt. En Hilda hefur óskað eftir að fá orðið. Kannski að bæta því við að, já, varðandi það að þetta sé kannað, þá gerir Gallup þjónustukönnun á viðhorfum bæjarbúa til skipulagsmála og í stærstu sveitarfélögum landsins sem 15. Þar óvinsælasti málaflokkurinn í öllum sveitarfélögum skipulagsmál, en hins vegar höfum við verið samt tiltölulega aftarlega þar, miðað við hvað við erum sterk á langflestum sviðum. Þannig að við höfum verið að leggja gríðarlega mikla áherslu á aukið íbúasamráð, auka upplýsingagjöf, leggja áherslu á aukið aukna þjónustulund og svo framvegis, því að það líka til mikils að vinna. Þannig að sér akureyrskt, nei, en við erum samt í samanburði við þessar mælingar upplifun íbúa, þá tel ég að við eigum að gera betur og leggja metna okkar í það. Og eitt af því, bara þannig að ég bæti við það, að í stjórnsýslubreytingunum þá ákváðum við að hafa svið sem alveg sér hæfir sig í þjónustu og skipulagi, þjónustu og skipulagssvið. Það undir að falla öll stjórnsýslan og svo skipulagsmálin og þetta svo mikið snýst þjónustu við íbúana. Allt sem við gerum þjónusta við borgarana. Og það skiptir máli að sú þjónusta og upplifun íbúana sé góð af þeirri þjónustu sem við veitum. Og það okkar markmið, að þjónusta íbúana vel og gera vel. Það skiptir okkur öll miklu máli. En fleiri spurningar? Ef það ekki, af því nú ég búin að vera með smá ræðu hérna, kosti bæjarins okkar sem svo góður og það svo gott að búa hérna og góð þjónusta sem börnin fá og við öll, það má auðvitað allt bæta. En ég held að almennt séu að gera vel við mörg önnur sveitarfélög. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir góðan fund, fínar spurningar og góðar. Þessi fundur verður aðgengilegur, hann tekinn upp og við munum setja hann væntanlega á netið. Og ykkur auðvitað velkomið að senda okkur spurningar, senda þá spurningar á Akureyri eða til mín beint eða bæjarfulltrúa. Þið finnið netföngin okkar inn á heimasíðunni og velkomið að eiga samtalið við okkur málefni, það sem brennur á okkur hverju sinni. Það alltaf hægt að panta tíma hjá bæjarstjórunum eða í samtali við bæjarfulltrúa, þannig ég hvet ykkur til þess og við viljum eiga í góðu samtali við ykkur bæjarbúa. Það mikilvægt fyrir okkur að skynja það sem að gerast í bænum og heyra það sem ykkur liggur á hjarta. En kærar þakkir fyrir góðan fund og þakka ykkur kærlega fyrir. Ég segi fundi slitið.